Við ætlum að tala um Brexit, Árni Páll Árnason, það 25 ár núna frá EES-samningnum, þannig verður að hugsa til Jóns Baldvins aðeins og þeirra baráttu, en nú það Brexit og ja, Bretland nú ekki að fara inn í EES beinlínis, en það sem að gerast það að menn telja núna miklu meiri líkur en áður á að Bretar séu að stefna í það sem heitir og vilji það sem heitir soft eða mjúkt Brexit. Svo Nigel Farage farin að gefa upp boltan með, sko, maður veit ekki alveg hvaða pólitíska leik hann að leika með jafnvel aðra atkvæðagreiðslu og hann kannski hugsa með sér önnur atkvæðagreiðslu þá hún fer kannski bara eins en sem svo sem ekki víst. Hver svona staðan í grófum dráttum? Það svo athyglisvert með Brexit, maður getur komið hérna og rætt þetta við þig með nokkura mánaða millibili, en það samt ennþá allir mögulegir. Það hefur auðvitað, það var aukist líkur á mjúkum Brexit með samningunum í lok síðasta árs, en það á eftir að klára á þessu ári umgjörð þeirra samninga og það gríðalegt tog í gangi þar sem að Bretar eru ennþá að reyna að fá það inn að þeir geti gert einhvers konar fríverslunarsamning sem verði ekki með bindandi dómsúrlausnum til dæmis og úrlausn deilumála, en að hann taki líka til þjónustuviðskipta og þá sérstaklega fjármálaþjónustu. Á hinn kantinn hefur Evrópusambandið sagt alveg skýrt að ef að Bretar eru ekki tilbúnir að gera eins og Noregur og Ísland og undirganga sameiginlegt regluverk og sameiginlegt eftirlit og vera hluta innri markaðnum, þá sé tómt mál að tala um aðgang fyrir fjármálaþjónustu eða þjónustuviðskipti að markaðnum. Og þetta mun standa tog og það ennþá alveg mögulegt í sjálfu sér að niðurstaðan verði svo að Brexit sinnum í Bretlandi telji að þeir nái þeirri svona að halda fram þeirri skoðun að það sem sé í boði sé bara ekki nógu gott fyrir Bretland og það sé betra bara að sturtast alfarið út án nokkurra samninga. Svo það auðvitað þannig að margir vinir mínir í Bretlandi binda mikla vonir við það að það fari fram önnur þjóðaratkvæðagreiðsla og horfa mikið til þess. Ég hef sjálfur verulegar efasemdir um það myndi koma eitthvað nýtt út úr henni hérna megin við mars 2019 vegna þess að hrakspárnar efnahagsþróunina hafa ekki alveg rest. Það er vissulega ýmislegt sem bendir til að til lengri tíma litið muni þetta verða efnahagslega kostnaðarsamt fyrir Breta, en það ekkert farið að sjást í dag og fólk ekkert farið að finna það almennilega á eigin skinni. Þannig að það gæti alveg verið að þjóðaratkvæðagreiðslan myndi ekki snúast sjúk við sluppum við að taka vitlausa ákvörðun, heldur myndi hún snúast við kusum Brexit og þessi svikula stjórnmálastétt, hún ætlar bara ekki alls ekki að gefa okkur þessu við kusum og við skulum bara refsa henni. En þetta náttúrulega, flokkarnir eru mjög, það komin upp býsna harðsnúin andstaða gegn Brexit í íhaldsflokknum og svo sem sagt verið að þrýsta á Corbyn í verkamannaflokknum að fara alla leið og vilja vera áfram í tollabandalaginu. Já, og innri markaðnum. Og það er tog mikið í gangi í verkamannaflokknum og Corbyn hefur viljað svona sitja á girðingunni og talið sig þurfa að gera það vegna þess að verkamannaflokkurinn auðvitað á þingmenn í mörgum kjördæmum þar sem var meiri hluti fyrir úrsögn. Og hann óttast áhrifin á flokkin ef að hann talar skýrt fyrir innri markaðsaðild. Það sem hins vegar í sjálfu sér held ég, og svona eftir því sem málunum vindur fram, þá hljóta menn auðvitað að horfa á það, ef þeir gera einhvern svona fríverslunarsamning eins og Kanada hefur gert, þá þurfa menn í einhverju mæli að taka upp reglur Evrópusambandsins alveg eins og Kanada hefur þurft að gera í vöruviðskiptum. Þá spyr maður á móti, hver er munurinn á því og EES? Er þá ekki betra að taka upp reglurnar alfarið og hafa einhvern möguleika til dómsúrlausnar og einhverja möguleika til að minnstakosti samninga hvernig það líta út og sameiginlegt kerfi eftirlits og úrlausna vegna þess að Bretland þannig efnahagsveldi að það bara ekki nóg fyrir Bretland að fá bara aðgang fyrir vörur. Þjónustuútflutningur þeir eru með jákvæðan þjónustu jöfnuð við Evrópusambandið. Þetta það þroskað efnahagslíf og sérstaklega hvað fjármálaþjónustu varðar, það skiptir máli fyrir það að fá aðgang. En Evrópusambandið líka búið að læra lektíu af hruninu 2008. Sáu hvernig það gerðist til dæmis á Íslandi að bankar féllu hér vegna þess að þeir gátu ekki staðið við skuldbindingar í erlendri mynt. Og innan Evrópusambandsins vaxandi efasemdir það að það geti yfir höfuð verið skynsamlegt
að láta Breta sinna jafn miklu af fjármálaþjónustu fyrir evrusvæðið og þeir gera í dag ef að þeir standa frammi fyrir nýrri efnahagskreppu, því að þá þarf evrusvæðið að veita evrufyrirgreiðslu landi sem utan svæðisins og það bara vaxandi mæli sem menn segja það getur vel verið að kosta okkur eitthvað að flytja alla fjármálaþjónustuna burt frá London og einhvert annað en við verðum bara að byggja upp okkar eigið fjármálakerfi. En það talaði nokkrar leiðir, Noregur, það er EES-leiðin, hún kemur varla til greina. Það er svo mikið fullveldisafsal. Já, ég held hún gæti í einu eða öðru formi komið til greina. Ég á erfitt með að sjá Breta gangi í EES, en ég gæti alveg séð fyrir mér einhvers konar samning þeirra einhvers konar aðganga innri markaðnum í áttina að EES með einhverjum breytingum og þar sem þeir gætu verið aðilar að eftirlitsstofnun EFTA og EFTA-dómstólnum. Ég held að það sé alveg mögulegt að sjá það fyrir sér. Svo er talað Kanada sem þú nefndir áðan og jafnvel Tyrkland, þetta eru svona 3 leiðir sem eru nefndar. Já, og það er eiginlega Bretar sem sjálfur ýta sér alltaf út á borðinu með allar. Sko, Tyrkland kemur ekki til greina vegna þess að þeir segjast ekki vilja vera hluta tollabandalaginu. Auðvitað ætti út frá markmiðið þeirra hindrunarlaus landamæri á Írlandi að vera mjög skynsamlegt að taka tyrknesku leiðina. En þá á móti er búið að lofa fólkinu því að það verði svo ábatasamt fyrir Breta að gera sjálfstæða fríverslunarsamninga við allar þjóðir heims að það er ósamrýmanlegt því að vera í tollabandalagi. Svo kemur að Kanadasamningnum og þeir tala alltaf Kanadasamning plus, þeir vilja sem sagt meira inn í hann, þjónustuviðskiptin. En Kanadasamningurinn eins og hann liggur fyrir, hann snýr til dæmis ekkert að landbúnaðarvörum sem er alveg atriði fyrir Bretland, hann snýr að vöruviðskiptum og hann felur í sér skuldbindingu Kanada til þess að fylgja að mörgu leyti bæði umhverfisreglum og reglum setningu vöru á markað sem að gilda í Evrópusambandinu og það er auðvitað enn og aftur fullveldisafsal ef að menn túlka það mjög ef menn túlka hugtakið fullveldisafsal ekki of þröngt. Nú lítur ekkit ofboðslega vel út varðandi til dæmis fríverslunarsamning við Bandaríkin með Trump sem getur ekki farið í opinbera heimsókn til Bretlands og er móðgaður og allt það. En þetta Írlandsdæmi, er búið að leysa það? Nei, þeir eru búin að segjast ætla að tryggja það sem þeir kalla regulatory alignment, sem þýðir eiginlega aðlögun regluverks til þess að koma í veg fyrir að það þurfi landamæra skoðun. Ég á erfitt með að sjá að það geti verið neitt annað en nokkurs konar bara ákvörðun að fylgja til dæmis í vöruviðskiptum öllum reglum sem fyrir eru innan Evrópusambandsins og þeim reglum sem uppverða teknar fram í tíman. Og það er nú meira en að segja það og þeir hafa ekki útfært það hvernig þetta getur samrýmst því að vera utan innri markaðarins eða utan tollabandalagsins. Það er óhugsandi að hafa lokuð landamæri innan Írlands. Það er bara óhugsandi út frá stöðu Írlands og friði á Írlandi og svo framvegis. Já, en þetta er algjörlega útfært. Og hvað Bandaríkin varðar, þá er náttúrulega Trump verndarstefnu forseti. Hann vill America first, hann er búinn að segja það mjög skýrt og hans ráðherrar hafa sagt við Breta þið verið þá að hætta að fylgja þessum evrópsku reglum til dæmis bara matvæli og umhverfisreglur og leyfa til dæmis innflutning á klórþeknum kjúklingi sem er bannaður í dag og þá leið segir Evrópusambandið býtu fyrirgefið þá eru þið ekki að fara að hafa hindrun ef þið eru með þær reglur heima hjá ykkur þá eru þið ekki með hindrunarlausan aðgang inn til okkar. Við sjáum líka hvernig Trump bregst við Bombardier flugvélunum í Kanada sem hann skellti þessum overtollum á. Já, og hann mun auðvitað alltaf þurfa að geta sýnt fram á að hann standi við fyrirheitið Make America Great Again. Já. Hvernig kemur þetta út fyrir okkur Íslendinga? Það er mjög erfitt að spá. Ég held að það fer eftir því hvort samningur næstu Evrópusambandi, ef það er næst samningur Evrópusambandi þá er alltaf líkur á að hann nái til EES líka, en það er mjög mikilvægt bara og ég held þessi rétt stefna sem íslensk stjórnvöld hafa í dag að bara vera í nánum sambandi við Breta og segja að við viljum vera í sambandi við ykkur ef og þegar þeir eru tilbúin til samninga. Árni Páll, þakka þér fyrir að koma inn í þáttinn, þetta er búið í dag. Fanný Birna verður hérna með ykkur næsta sunnudag. Takk fyrir að horfa.